Góða kvöldið, kæra áhorfendur og verið velkomin með okkur í TV strákunum í bíflugnarbúið á Vesturgötu. Það er síðasti leikurinn í fyrstu deild karla í körfubolta hér framundan á þessu ári, þar að segja. IA tekur á móti Selfossi. Það er ýmislegt að frétta af skagaliðinu. Það eru bæði gleðifréttir og vondarfréttir. Jalen Dupree er í leikbanni í kvöld eftir að hafa fengið brottrekstrarvillu gegn Hamri í síðustu umferð. Og eflaust að hafa einhverjir heyrt það sem gerðist svona, þó að það sé nú ekki allir sammála hvað gerðist. En á allan hátt, hið versta mál samt held ég bara fyrir alla hlutaðeigandi. En einnig góðar fréttir, einir 4 leikmenn ungir leikmenn í úrvalsæfingum hjá KK fyrir landsliði, 18 ára landsliði KKÍ, Júlíus Dúranóna, Felix Þórður og Hjörtur Rafnsson, en einnig skagamaður sem er að spila með Selfossi, Styrmir Jónasson, sem er hér að koma á æsku slóðirnar. Spurning hvort hann verði eftir bara hjá pappa og mömmu fyrir jólin og yfir jólin bara eftir leik hér í kvöld. En áhugaverður leikur, það er staðan náttúrulega í fyrstu deildinni er mögnuð, það er Álftanes er að stinga af, langefstir með 24 stig, reyndar eftir 13 leiki, síðan kemur ágætis pakki fyrir neðan, Hamar og Sindri með 16 stig í öðru og þriðja sæti, síðan situr Selfoss í fjórða sæti á stigamun, eða stigaskori í rauninni fyrir ofan Hrunamenn, ég bæði lið með 12 stig. Síðan koma Ármann, IA og Skallagrímur öll með 10 stig og Fjölnir þar í 9. sæti fyrir neðan með 8 stig. Það er eingöngu Þóra Akureyri sem að sitja á botninu með 2 stig og Álftanes í toppsætinu sem að einhvern veginn skera sig verulega úr í sikkurum megin á töflunni. En IA með sigri hér í kvöld getur komist upp að hlið Selfyssinga og Hrunamanna í kvöld. Einn leikur í gær. Álftanes sigraði Ármann nokkuð örugglega en í þessi leikur milli IA og Selfoss áhugaverður eins og allir leikir reyndar. Skagaliðið skorar að meðaltali 83,8 stig í sínu leikjum en Selfyssingar 91,6, þannig að þetta er lið sem að skorar töluvert. Í leikjum þessara liða er meðaltalið 115,87 milli Selfyssingum í vil. Stigahæstur þeirra er Gerald Robinson með 22,5 stiga meðaltali, stigahæstur skagamanna sem fyrir Gabriel Adesteg með 20,1. Nýr leikmaður einnig hjá IA, nýr gamall skulum við segja, Hjalti Ásberg Þorleifsson er nýkominn aftur til liðs við skagamenn. Spilaði síðast hér 2018-19 líklega, skipti hingað úr Skallagrími. En ég held að við séum bara að falla á tíma með að við þurfum að fara að renna yfir leikmannahópana. Sjáum það hér, númer 0 er Hjalti Ásberg Þorleifsson, númer 1 Davíð Alexander H. Magnússon, númer 2 Hjörtur Hrafnsson, númer 3 Þórður Freyr Jónsson, númer 4 Daði Már Alfreðsson, númer 6 Gabriel Adesteg, númer 7 Júlíus Dúranóna, númer 8 Tómas Andri Bjartsson, númer 9 Jóel Dúranóna, númer 10 Lucien Thomas Kristoffis, númer 16 Felix Heiðar Magnason, númer 18 Marko Djurika og þjálfari sem fyrir Nebojša Knežević. Hjá Selfyssingum er liðið þannig skipað að númer 1 er skagamaðurinn Styrmir Jónasson, númer 3 Birkir Hrafn Eyþórsson, númer 5 Sigmar Jóhann Bjarnason, númer 6 Gerald Robinson, númer 8 Sigurður Logi Sigursveinsson, númer 9 Arnaldur Grímsson, númer 10 Ísak Július Perdue, númer 11 Ísar Freyr Jónasson, númer 14 Kennedy Clement, númer 15 Tristan Máni Mortens og númer 16 Ari Hrannar Bjarmason og þjálfari Selfyssinga, og til nokkur ára Chris Kert. Og ég sit hér einn í fjarveru Hannibals Haukssonar og Jóns Orra Kristjánssonar sem hefur hingað til leyst hann af. En það verður bara allt í lagi, notalegt hjá okkur árandi góður. Það er verið að spila fleiri leiki í fyrstu deildinni í kvöld. Sindri tekur á móti Hamri fyrir austan. Þór Akureyri tekur á móti Skallagrími og Hrunamenn taka á móti Fjölni.
einnig verið að spila í Subway deild kalla, en við munum fylgjast með gangi mála í þeim leikjum eins og við gerum jafnan. En byrjunlið Selfyssinga komið inn á, og það er Styrmir, okkar maður, frændi, númer 1 í byrjunliðinu, einnig Arnaldur Grímsson, Gerald Robinson, sem að margir kannski kannast við úr liði Íringa hérna sem að náði ansi langt í úrslitakeppni fyrir nokkrum árum síðan. Ísak Purdue er einnig þarna og Kennedy Clement Agbogun. Og það eru Selfyssingar sem að ná uppkastinu, en Skagamenn vinna strax aftur og Gabriel Adistek kemur honum á Lucien. Davíð Alexander í byrjunliðinu í kvöld og sem og Marko. Gabriel fær hann undir og kemur fyrsta skotið, það er misheppnað. Það var að Purdue. Ísak. Styrmir tekur hlaupið. Clement. Fær hann aftur á Ísak. Ísak keyrir inn að körfunni, setur hann síðan út, Styrmir laus í horninu, Styrmir fer í þristinn, hittir ekki. Robinson með frákastið og Gabriel Adistek dæmdur brotlegur, fyrsta villan kominn. Það er Gabriel Adistek sem að fær hana, mun öflust mæða mikið á honum sem stóra manninum í kvöld. Engin Jalen Dupree eins og ég sagði áðan, leiðindamál, það allt saman. Það er Robinson sem að fer á línuna. Setur fyrra víti niður. Og síðara vítið ekki. Clement nær frákastinu eða hvað? Nei, það endar hjá Lucien. Styrmir mætir honum framalega, truflar hann verulega, kemur honum á Marko, fær hann síðan aftur. Lucien, Davíð kemur út og fær boltan. Lucien út í hornið á Marko, Marko fyrir þristinn, allt og langur. Robinson tekur frákastið, kemur honum á Ísak. Ísak síðan á Clement hérna, Lucien til varnar, skrefar. Hárréttur dómur þar. Dómarar í dag, Bjarni Rúnar Lárusson og Jón Svan Sverrisson. Jón Svan orðinn að góður, sem sagt okkar áhorfendum að góðu kunnur. Búinn að koma hérna nokkuð oft í vetur. Lucien í smá vandræðum hérna, Styrmir er að ná að setja góða pressa á hann. Lucien keyrir inn að körfunni og hann lekur af hringnum. Kemur Ísak, frábær hreyfing, nær ekki að klára skotið. Gabriel með frákastið, finnur Davíð. Davíð á Marko inn að körfunni, engin villa hann að dæmda á Styrmi, góð vörn hjá honum. Ísak á Robinson og hann klárar þetta einfalt. 3-0. Komna 2 mínútur af klukkunni og Skagamenn ekki konur á blað. Nú síðan Þórður Freyr fær hindranir 2 hérna, nær ekki að skjóta. Robinson eldan, Lucien fer í þristinn, framan á hringinn og aftur á hringinn og af. Skotnýting Skagamanna í vetur. 49,1% í tveggjastega, 32,8% í þryggjastega. Andstæðingar Skagamanna hafa betur í báðum þessum tölfræði þáttum. Davíð hóta skotinu, Gabriel fær hann, Clement í bakinn á honum. Gabriel nær ekki að koma sér inn að körfunni. Styrmir síðan hendur honum hérna út og á Ísak. Svo
Sóknarleikurinn fer fyrir eitthvað styrt af stað hérna, já, hjá báðum liðum eiginlega. Marko Finnur Þór sem fer í þristinn, hann leit vel út en ekki onni. Fyrsta karfan lætur bíða eftir sér hérna hjá heimamönnum. Og Davíð með fína vörn, nær boltanum að vísa ekki hana Gabriel, villa dæmt. Á Arnald. Skotnýting Selfyssinga allir betri. Já, heldur en hjá Skagamönnum 54,7 í tveggjastega, 35,7 í þriggja. Á tímabilinu, Davíð keyrir inn að körfunni, frábær hreyfing hjá honum en skot hans yfir spjaldið. Bjóstu að fá eitthvað þarna fyrir sinn snúð en fekk ekki. Og frábær pressa hjá Davíð, það er eins og menn séu bara ekki vaknaðir hérna, sem er sérstakt á föstudagskvöldi. Kannski verið erfið vinnuvika hjá mönnum. Það er svona sá árstími sko. Lucien leitar að samherjum Gabriel. Clementi Varnar, Gabriel fer á ferðina, frábærlega gert hjá Gabriel Adesteg. Rétt áður en að 4 mínútur eru liðnar kemur fyrsta karfan. Ótrúlega lítið skoraði hérna, 3-2 fyrir Selfyssinga og villa dæmt á Davíð Alexander. Á meðan er staðan 6-7 fyrir Skallagrím, nei 8-9 fyrirgefi, var að uppfærast. Hrunamenn 7, Fjölnir 1, Sindri 15, Hamar 8. Robinson yfir á Styrmi, fer í þristinn, hittir ekki. Voru nú vangaveltur hérna í haust hvort að Styrmir kæmi aftur upp á frábær spilamennska hérna. Þórður Freyr Jónsson með frábæra stóðsendingu á Marko. Ísak keyrir inn að körfunni út á Styrmi sem að keyrir líka inn að körfunni og skilar þessu vel niður. Fallega gert hjá Styrmi Jónasinni. Það kom á blað. 5-4. Þórður út á Davíð. Davíð hittir ekki. Lucien í framkastinu eða hvað. Mikil barátta. Davíð Gabriel inn á Lucien sem að skila þessu niður. Vel gert hjá Skagamönnum að vinna boltan hátt á vellinum og fara bara beint á körfuna. Það er það sem á að gera. Clement á Ísak og villa dæmd á Davíð Alexander. Það er nú frekar harður dómur finnst mér. Já, bara rangur dómur ef ég á að segja bara alveg eins og er. Eins og það er nú mér þvert geð. En Davíð óheppinn hana. Tómas kemur inn á fyrir hann. Og Ísak Július Perdjú á vítalínuna, öryggið uppmálað. Jafnar í 6-6. Og síðan að vitið ratar sömuleið 7-6 fyrir Selfoss hér. Þegar að fyrsti leikluti er hálfnaður. Gabriel keyrir inn að körfunni, falleg hreyfing en náði ekki að klára skotið. Arnaldur, frábært Evrópuskref þarna. Robinson, langar hendur hérna, skilar þessu ekki niður í fyrstu tilraun en hann gerir hann í annari. Lucien enn að berjast í Styrmið þarna. Þórður í langan þrist. Beint onni, Þórður með sinn fyrsta í kvöld. Vonandi af mörgum. 9-9. Ísak. Fær hérna hindranir, keyrir svo inn að körfunni. Reynir sendingun út, beint á Robinson. Og þarna rífast Skagamönnum frákastið. Frábær hreyfing hjá Marko, skilar þessu niður og fær villa auki á Arnald.
Þetta þurfum við að sjá aftur hérna. Frábær snúningur hérna. Hann ótrúlega sterkur í þessu. Þá koma Ísar Freyr Jónasson og Birkir Hrafn Eyþórsson inn á fyrir Selfoss. Styrmir og Ísak fara á bekkinn. Og Marko getur aukið munin í 3 stig. Clement út í hornið og þar kemur hann bara beint í þristinn. Hann að Birkir hittir ekki. Lucien yfir á Þórð. Marko. Arnaldur til varnar, Marko stígur tilbaka, Lucien með flottar hreyfingu en góð vörn þarna. Já, Arnaldi slær boltan í lærið á Lucien. Var þarna með á auðum sjó. Annars stærðar hann að hóla þarna í vörninni. Ára Ísar kemur upp með boltan. Fær hann aftur. Ísar á Arnald sem fer í þristinn og stuttur. Gerald Robinson með frákastið. Aðþrengtur þarna, kemur hann á Clement. Clement fer í árásina inn að körfunni á öppin með skotið þarna. Marko gerir vel í að trufla hann þarna. Lucien á Tómas, dauðlangaði þarna. Tómas inn á Gabriel. Gabriel komin undir körfuna, skilar þessu niður. Fítkapli hérna, skagamenn sem voru ansi seinir í gang komnir hérna með 4 stiga forskot. Clement og sendingin hérna inn á Birki, brotið á honum. Og enn eru Selfyssingar á vítalínunni. Þetta eru 5. og 7. víti Selfyssinga og kemur skipting. Arnaldur kemur út af, Ísak kemur inn á. Skotnýting Selfyssinga ansi slök hinga til. 3 af 13, 23%. 0 af 5 í þriggjastaga. Skagamenn með 1 af 5 þar, 20% nýtingu. Lucien. Ísar á sér, Þórður. Frábær snúningur inn hjá Gabriel sem að gerir þetta virkilega vel, vinna vel saman hérna. 2 manna leikur. Ísar á Clement. Fín vörn þarna hjá Marko, kemur skoti frá Ísari, beint onni. Marko við það að stela boltanum hérna, rökk til Ísars og við það að stela boltanum hérna líka. Ísar Freyr, tvítugur, fæddur 2002. Marko. Lucien tekur hlaupið inn á körfunni. Marko kemur út. Fær plás, tekur langan þrist. Brotið á honum og setur hann niður, ekkert nema net. Marko Djurica. Eða Djurica, ég þarf að fara að komast að því hvernig ég á að segja þetta nafn. En þetta er frábærlega gert og Clement slægir í fingurgómana á honum þegar hann er búinn að sleppa möguleiki á 4 stiga sókninda þegar Daði Már Alfreðsson kemur inn á fyrir Þórð. Kekkju karfa hjá Marko. Og vítið onni 4 stig í þessari sókn. Kemur Ísar upp með boltan fyrir Selfoss. Daði fær að eltast við hann. Ísak heyrir inn að körfunni, missi boltan út úr höndunum á sig Marko. Daði með honum með vinstra megin. Marko ætla bara alla leið, ekkert brot. Tómas tekur frákastið og það er varið. Birkir Hrafn
ver þetta Marko ákveðin hérna nú talaðum að stíga ölduna eða léleg þýðing reyndar ride the wave eins og þeir segja á enskunni Marko með góðan snúning út á Lucien með pláss, Lucien með þristin hittir ekki Marko bjóð þetta til þá er það Ísak á Ísar og Robinson og það er tæknivill á Gabriel Adestek. Já, hérna hér. Væri nú áhugavert að sjá þarna hendir Robinson niður. Það var engin aðvörun komin. Þetta finnst mér mjög áhugavert. Gabriel Adestek fer af velli, Joel Duranona kemur í staðinn. Já, ég veit ekki hvað ég á að segja. Sama hvað ég segi þá verður þess ekkert breytt. Þannig að það er annars gott að segja ekki neitt. Skallagrímur 22, Þór Akureyri 14. Staðan þar, Hrunamenn 14, Fjölnir 14, Sindri 17, Hamar 25. Hamarsmenn búin að koma sér vel inn í leikinn og gott betur fyrir austan. Og staðan 19-17. Lucien. Marko kemur og fær hann, Clement. Fær hindrunna hana, Marko og Thomas. Lucien 5 sekundur á klukkunni, Lucien þarf að fara að búa okkar til hérna, stígu tilbaka, fer í erfiðan þrist, skilar í niður! Og eigur munn í 5 stig hérna. 2 sóknir eftir, það er alveg 7 sekúndar munur á klukkunum. Og Clement í þristinn, hittir ekki. Ísar með frákasti kemur honum inn á. Birkir Hrafn sem að skorar og Jóel brýtur á honum. Skagamenn ætti að fá boltan hérna, frábærlega gert hérna. Þá kemur Sigmar Jóhann Bjarnason, fyrirliði Selfyssinga inn á í fyrsta skipti í kvöld. Í staðinn fyrir Kennedy Clement. Og Birkir ekkert nema nett. Og munurinn aftur 2 stig hérna. Þegar 12 sekundur er eftir. Skagamenn fá 1 séns hérna. Lucien svolítið stund að koma sér upp með boltan hérna. Marko fær hann fyrir utan þriggja, fer í skoti, setur hann beint honni! Og eigur muninn aftur í 5 stig, frábært, hann er sjóðandi heitur hérna í fyrsta leiklutanum, Marko. Og endar þetta á góðum nótum allan daginn, vita hvað hann ætlar sér að gera hérna, ekkert nema net. Og við skulum kíkja hérna á Marko er stigahæstur Skagamanna með 11 stig. Gabriel Adestek með 6, Lucien með 5 og Þórður Freyr með 3. Hjá Selfyssingum er það Gerald Robinson sem er með 8 stig, Ísar Freyr með 5, Birkir Hrafn með 3, Ísak Július Perdú og Styrmir Jónasson með 2 stig hvor. Robinson einnig kom með 7 fráköst fyrir Selfyssinga og Ísak með 3 stóðsendingar eins og Lucien Thomas Kristófis hjá Skagamönnum. Staðan í öðrum leikjum, Þór Akureyri 19, Skallagrímur 25, það er fyrsta leikluta rétt og lokið. Sama er að má segja hjá Hrunamönnum og Fjölni, það er staðan 18-17 þegar mínúta lifir af fyrsta leikluta og Hamarsmenn í einhverjum, já, ham fyrir austan á Höfn. Þeir leiða 28-17 þegar að réttum 20 sekundur eftir að fyrsta leikluta.
Já, þá annar leikhlutinn að hefjast, sýnist að vera sömu lið. Nei, það bara algjör vitleysa hjá mér. Davíð Alexander kominn aftur inn á, Gabriel Adistek kominn aftur inn á hjá Skagamönnum. Sama lið eins og hjá Selfyssingum. Og Ísar, Birkir, aftur á Ísar. Ísar fer í þristinn, beint onni, annar hjá honum. Liðin aðeins að taka við sér sóknarlega hérna, byrjaði alveg skelfilega þessi leikur hjá báðum liðum. Davíð, Marko leggur á stað, inn að körfunni, frábær hreyfing. Marko í einhverjum ham hérna í kvöld. Ísar tekur augun af boltanum, hann stígur út af og skrefar og ég veit ekki hvað. Og það fer ekki fram hjá dómurinn leiksins. Skagamenn fá Marko. Sigmar til varnar, Marko út á Þórð, Þórður fer í þristinn, Þórður of stuttur og boltinn út af. Ísak út á Robinson stígur út fyrir aftur fyrir þristinn, skilar í niður, hann getur þetta og minnka munin í 1 stig. Þórður, frábær samvinna þeirra á milli hérna hans og Gabriels. Marko fer aftur í þristinn, hittir ekki að þessu sinni og Selfyssingar geta komist yfir á ný hér. Ísar, smá vandræði með dribli hjá sér hérna, Robinson. Ísar, aftur inn á Robinson, Gabriel til varnar, sendingin út í hornið, endar hjá Ísaki sem fer í þristinn, hittir ekki. Aftur Gabriel í gólfinu, áhugaverð rimma hana milli hans og Robinson sem að Gabriel hótar skotinu þarna, hikaði. Marko út í horni á Davíð, Davíð þristinn, aðeins og langur. Vantar hérna, Gabriel var hérna fyrir utan þryggjastilinu, það vantar að fá hann inn í fráköstin. Birkir Hrafn í langan þrist, þá ég að meina oflangan í spjaldið. Marko og brotið á honum. Og það þá væntanlega fyrsta villan á Sigmar. Clement vill þá koma inn á fyrir Sigmar. Daði fyrir að velli og Júlíus Þór kemur inn á í fyrsta skipti í kvöld. Einhver smá reikistefna á ritaraborðinu. Getur við rent yfir. Boltinn inn á Júlíus. Júlíus á Þórð. Þórður út á Marko. Marko heppinn að fá ekki á sig skref þarna. Sér hann með Ísak á sig, bakkar hann inn og frábær snúningsskot hjá honum þarna við endalínuna. Og Robinson fer í þristinn á stuttur. Marko nær frákastinu en missir hann út af. Og fáði nýja skotklukku. Birkir og út á Clement sem fer í þristinn. Leit mjög vel út hérna, var með gott sjónarhorn á þetta skot. Ekkert nema net og jafnar leikinn 29-29. Gabriel býður eftir Davíð þarna. Marko, Þórður reynir sendinguna hérna inn á Marko, brotið á honum ger ég ráð fyrir, já, hald. Þá koma Styrmir og
og Arnaldur aftur inn á fyrir þá Ísar og Birki. Fínasta innkoma hjá þessum ungum mönnum. Marko fær að hvíla sig, Lucien kemur inn á í hans stað og Lucien fær hann hérna úr innkastinu. Clement til varnar og Lucien fær hindrunina frá Gabriel sem að ræðst sér niður á körfunni. Smá smeyku við Robinson, hann virðist vera eldir hann og þá Hjalti Ásberg að koma inn á í fyrsta sinn fyrir í svolítinn tíma. Og hann pressar stíft á Ísar hérna, Ísak fyrirgefiði og Arnaldur út á Clement inn að körfunni og treður og bætlað auki. Þetta voru almennileg tilþrif. Sýnist að vera Júlíus sem að braut á honum þarna. Alveg geggjaður kraftur í þessu. Júlíus gerir hvað hann getur að brjóta á honum. Það er bara of mikill kraftur þarna. Og Clement getur komið servisingum 3 stigum yfir núna. Gerir það. Lucien, Clement pressar stíft á hann hérna. Þórður með smá tækni sýningu. Gabriel, smá styrður sóknarleikurinn núna. Lucien, 5 sekúndur á klukkunni. Gabriel verður að fara að skjóta þessu. Frábær vörn hjá Clement og þetta er bara mjög styrður sóknarleikur. Vörnin hjá Selfyssingum að smetla kannski lítið betur. Ísak. Skipta núna á skrínum. Júlíus kominn á hann aftur hérna. Robinson. Þeir tvöfalda alltaf á Robinson. Clement í þristinn. Og setur það niður. Getur verið hættulegt. Þessi tvöföldun. Nú 6 stiga munur Selfyssingum í vil. Nú þurfa Skagamenn eiginlega bara að fá stig. Lucien fyrir þristinn, skilar í niður. Frábær hindrun hérna hjá Gabriel Adesteg. Clement vildi nú meina hún hefur ólögleg. Ég er allavega mjög ósammála því. Styrmir kemur upp með boltan fyrir Selfoss. Þórður Freyr djöflast í honum. Þeir þekkjast nú aðeins. Ísak hittir ekki og Clement nær frákastinu. Boltinn fær að lenda hérna í teignum. Og ég sé að Nebojša Knežević þjálfari hristir bara hausinn. Þetta á ekki að geta gerst. Og innkast síðan sem að Skagamenn fá. Það kemur Marko aftur inn á fyrir Skagamenn. Það er Þórður Freyr sem að býr til plássið fyrir hann. Minni á að það er hægt að horfa á þennan leik á YouTube og á heimasíðun okkar og einnig í gegnum hérna frábæru nýju vefsíðu sportvarp.is sem að á að fyrir löngu að vera komin í punktmarks í öllum vöðurum landsins. Einstaklega góð vefur sem að heldur vel utan allt sport sem er sýnt á Íslandi. Og það sem sker þann vef út frá öðrum sambærilegum er að streymi af YouTube er einnig hægt að nálgast þar sem eru nú ansi mörg og meðal annars allar útsendingar okkar hérna á IATV. Marko yfir á Gabriel fer núna í þristinn, aðeins og langur. Clement með frákastið. Clement sterkur hérna inn á Gerald Robinson sem nær að koma sér alveg að körfunni. Þá er ekki að spurja að því. Marko kemur upp með boltan núna fyrir Ía. Lucien fær hann hérna með styrmi í bakinu. Út á Gabriel sem bara þeir gefa honum bara skotið. Nú er hann á stuttur, Júlíus í baráttunni og hver fær innkastið, það er Selfoss.
Það getur verið erfitt andlega held ég að þegar þú fær svona litla virðingu fyrir skotinu þínu hjá andstæðingnum að margir myndi fara að efast sjálfan sig hreinlega. Það verið störu virka hjá Robinson að gefa Gabriel þetta pláss. En við höfum nú séð það hér í vetur að hann getur alveg skotið þessum skotum. Clement í þristinn, aðeins skakkur, boltinn aftur laus og Hjalti tekur frákastið og fær villu á Arnald. Og þá er skipting, Arnaldur kemur af velli. Arnaldur að fá sína 3. villu. Hann er ekki sáttur með sig eða sáttur með dómarann, ég veit ekki alveg hvort það var en allavega ekki sáttur bara. Marko Clement er ansi sprengur hérna fyrir framan hann. Marko á Július. Gabriel kemur hérna á móti boltanum. Fín vörn hjá Robinson. Lucien tekur sóknarfrákast hins vegar. Styrmi á sér. Marko langur þristur en ekki onni. Hjalti með frákastið. Yfir á Gabriel sem er enn að fá opið skot hérna, hittir ekki. Marko var hérna með þetta frákast. Hjalti brýtur síðan á Ísar í 37-32. Ísak þar er í Clement inn á Robinson. Július kemur í hjálpina, en er einhver skamaður í gólfinu þarna, kemur þristur, dansar á hringnum og af. Marko. Hjalti, frábært kerfi og frábærlega gert hjá skagamönnum. Þarna vissi Hjalti bara hvað Lucien var. Það er eins og þetta hafi verið teiknað upp sem að eflaust hefur verið. En frábær sending og frábæri tímasendingar á öllu saman hjá skagamönnum þarna. 37-34 fyrir Selfoss. Robinson hótar skotinu þarna. Gabriel verður á hleypunum og Lucien kemur síðan og brýtur á honum. Vildi meina að hann hefði varið þetta skot en þetta hefði alltaf held ég verið dæmt villa. Þegar bölvunin að vera lágvaxnari leikmaðurinn. Við þekkjum það sumir. Trúir ég enginn að lágvaxnari menninni geti varið skot eins og Lucien var að gera þarna en Felix kemur inn á fyrir skagamenn. Og Hjalti kemur inn að velli og Þórður Freyr í hans stað. Robinson allt og stuttur í fyrra vítinu. Síðara vitið skila sér niður. Og þarna lendi Ísar á vegg sem heitir Felix Heiðar Magnason. Og fann eitthvað fyrir þessu, blessaður. En ekkert athugavert við þessa hindrun. Þórður á Davíð á Þórð aftur. Þórður missir hérna aðeins jafnvægið, mjög erfitt skot. Hittir ekki. Robinson fram á Styrmi og frábærlega klárað Marko við það að verja þetta skot. Marko fer það bara yfir hinum megin og skilar því niður. 40-36. Hansi skemmtilegi kaflar í þessum leik. 1:25 eftir af fyrri hálfleik og enn tvöfaldaðir á Robinson.
Boltinn fær að fljóta yfir í hornið á Styrmi, hittir ekki. Hann nær eigin frákasti og skilar þessu niður. Styrmir þá komið með 4 stig. Lucien á Þórður, síðan yfir á Davíð sem að fer í þristinn, nær ekki að setja hann niður, Felix við það að ná frákastinu, villa dæmt á Clement líklega og þá fer Felix á vítalínuna. Getur minnka munin hér, þá koma Birkir Hrafn og Sigmar Jóhann aftur inn á. Robinson fær að hvíla sig hérna fram að hálfleik eins og Ísak Berdjú. Felix eins og ég sagði á hann, einn af þessum ungu leikmönnum IA sem er í landsliðsúrvali KKÍ á undir 18 ára. Og síðara vítið skila sér ekki niður og Selfyssingar ná frákastinu. Ísar fer í árásina út í hornið og þetta er svolítið svona hnoði á þeim. Clement inn að spurningum skref þarna og skotklukkan rennur út eða hvað, eða væntanlega er kannski einhver 1 sekúnda eftir. Já, skotklukka segja dómararnir og þá er skipting eða leikhlé eða hvað? Já, leikhlé kallað af Nebojsa Knežević og ætlar að fara hérna yfir loka sóknina í fyrri hálfleik. Þórsarar og Akureyri aftur komnir yfir gegn Skallagrimi 40-37. Hraunamenn 35, Fjölnir 46. Fjölnismenn aðeins tekið vel við sér þarna og fyrir austan Sindri 40, Hamar 53. Hér staðan 37-42 og stiga hæstir hjá Skagamönnum er það Marko Jurka með 17, Lucien með sinn besta leik í tölverðan tíma. Allavega er á heimavelli 10 stig og 3 stóðsendingar. Gabriel Ladisteg með 6, Þórður Freyr 3 og Felix Heiðar með 1. Hjá Selfyssingum er það Gerald Robinson með 14 stig, Kennedy Clement með 9, Ísar Freyr með 8, Styrmir með 6 og Birkir Hrafn með 3. Gerald Robinson einnig með 9 fráköst. Skotnýting Selfyssinga hefur snar skánað eftir því sem að líður á leikinn. Hún er orðin 42% á móti 37 hjá Skagamönnum. Mjög svipað í þryggjastega en enn og aftur eru Skagamenn að fá mun færri víti eins og Hannibal Hauksson gerði að umtalsefni hérna fyrir nokkrum vikum síðan. Skagamenn búin að fá 4 víti í leiknum en Selfyssingar 11. Og það er áhugavert að Selfyssingar eru búin að taka mun fleiri fráköst, 29 á móti 18. Og það getur aldeilis skorið úr og skilið á milli sú tölfræði. Gabriel, þetta er alveg svolítið styrt. Þórður í horninu, stígur á línuna, hittir ekki. Og Selfyssingar fá 1 tækifæri í viðbót hérna í fyrri hálfleiknum. Og villa dæmd á Tómas. Engin skotréttur en það var svona skynsamleg villa mörguleiti. Og þá vill Chris Kert fá leikhlé til að teikna upp eitthvað innkast kerfi hérna. 3,6 sekúndur eftir. Og Selfyssingar með 5 stiga forskot. Sveiflukenndur leikur byrjaði ofsalega rólega. Og þetta hafa verið svona góðir kaflar á víxl hjá báðum liðum og Selfyssingar með fleiri góða kafla eða betri góða kafla, hvernig sem á það litið heldur en Skagamenn.
Skagamenn voru 25-20 yfir eftir fyrsta leiklutan. Staðan í öðrum leikluta þegar þetta er talað er 22-12 fyrir Selfoss. Og 12 stig í fjórðungi er alls ekki ásættanlegt. Held ég að flestir Skagamenn séu sammála þarna í spjallinu sem þeir eiga núna. Þá er Kjær búinn að koma sínum mönnum inn í efnið. Og innkast á hliðarlínunni 3,6 sekúndur. Það er Ísak sem hann tekur innkastið. Við ætlum að leyfa kastmanninum bara að eiga sig hana. Gerald Robinson aftur út á Ísak sem fer í þristinn á stuttur og þar með líkur fyrri hálfleikstaðan 42-37 og við förum bara í pásu líka. Það er ekkert búið að breytast í stigaskori síðan að ég taldi það upp hérna rétt áðan. Þannig að við ætlum bara að taka okkur pásu hérna líkt og aðrir og komum síðan með síðara hálfleik hérna eftir 14 mínútur og 50 sekúndur. Ekki fara langt.
Já, komið sælir áhorfendur góðir í annarsinn hér framöndan síðari hálfleikur í leik IA og Selfoss í fyrstu deild karla. Staðan 42-37, hún hefur ekkert breyst í hálfleiknum og síðari hálfleikur við það að hefjast áhugavert. Þannig að ég ræddi aðeins fráköstin, munin á fráköstum liðana núna þegar hálfleikurinn skall á að ég held að Skagamenn sakni Jalen Dupree í þeim málum. Frákasta hæstur Skagamanna Lucien Thomas Kristoffis með 5. Gabriel Adesteg einungis með 3 fráköst. Á meðan að Gerald Robinson með 10 fyrir Selfyssinga. Marko stigahæstur Skagamanna með 17. Robinson með Robinson með 14 stig fyrir Selfoss. Gaman að sjá Styrmi Jónasson fá mínútur hérna hingað til í vetur, verið með 9 mínútur að meðaltali, rétt svo. Búinn að fá töluvert fleiri í þessum leik. Komin með einar tæpar 13 mínútur nú þegar og það gleður nú okkur Skagamenn að sjá. En það er Skagamenn sem að byrja síðari hálfleikinn. Mjög kaflaskiptur fyrri hálfleikur hjá þeim á köflum. Frábær sóknarleikur inn á milli, afar slakur sóknarleikur. Davíð fær þristinn í horninu, hittir ekki. Gabriel nær ekki frákastinu. Ísak og Styrmir keyrir inn að körfunni, fær ekki villuna og fær boltan í sig hana. Og innkastið Skagamanna. Kemur Lucien fyrir Skagan. Davíð. Aftur á Lucien. Þórður í horninu, Robinson á honum, Davíð hótar skotinu, aftur út á Þórð, Þórður fer í þristinn, aðeins og stuttur. Sterkt frákast hjá Arnaldi. Styrmir út í hornið á Clement sem að fer í þristinn og hann bara klikkar ekkert á þristunum. Þetta sé hans 3. til þessa í leiknum og munurinn 8 stig. Skagamenn megi ekkert vera neitt lengi í gangi í síðari hálfleiknum. Lucien með þristi í horninu. Minni á að Skagamenn geta komið sér upp að hliðinni á Selfyssingum. Hér Clement aftur í þristinn. Hittir ekki að þessu sinni. Marko með frákastið. Marko átti stórleik hérna í fyrsta leikluta. Hefur látið svona lítið fyrir sig fara síðan. Davíð nær ekki sér frákastið Clement. Robinson með honum og Lucien brýtur á honum. Nógu harkalega til að stoppa hann. En ekki of harkalega til að fá þessi óíþróttum mannslega villu hér. Og Lucien Kristoffis að fá hér sína aðra villu. Og Robinson fer á línuna. Fyrra vítið ratar rétta leið. Síðara einnig. Ekkert nema net, 7 stiga munur. Styrmir lætur Lucien hafa fyrir hlutunum hérna. Lucien Gal opna sig hérna, hittir ekki, þetta verður að fara niður. Robinson. Kannski ekki að hans sterkasta hlið að bera boltan upp.
Clement enn einu sinni allt og laus, hittir ekki. Gabriel með frákastið, leggur á stað, Þórður. Marko og Lucien, nei Gabriel fyrirgefi, Gabriel í þristinn og skilar, nei, 2 stig það víst. Skilar í niður. En það verið að gefa honum þessi skot. Kemur Ísak inn að körfunni, fer alla leið í gegn, setur hann út Arnaldur. Inn á Clement sem að tapa boltanum hann að Gabriel fram á Marko. Marko gerir þetta ótrúlega vel, hann svo sterkur í þessu. Minka munni í 3 stig. Það skiptir engu máli hvað menn að elta hann, þeir bara hrynja á honum eins og flugur og alltaf heldur hann einhvern veginn jafnvæginu. Gerir þetta frábærlega Arnaldur. Ísak inn að körfunni og út í hornið á Arnald. Arnaldur fer í flotskot hérna og á stuð tekur eigið frákast. Lucien að trufla hann með hendamenn sér í gólfi hérna. Boltinn laus, Marko enda með hann og stígur út af áður en að næra senda boltan. Sjáum þetta aftur hérna. Nei. Nei. Jæja, það er ekkert við því að gera. Robinson. Gabriel til varnar. Hann ætlar að bakka með hann inn. Frábær vörn hjá Gabriel. Boltinn út í hornið á Ísak sem fer í þristinn. Beint onni. Enda Gabriel hafði ekki vilja að fann hann að hjálpa þarna. Sýndist það á honum einhvern veginn. Þórður og Robinson brýtur á honum. Áhugavert að Robinson er núna í tvígang búinn að lenda á Þórði Frey í vörninni, eða hvort það hreinlega er að stilla því þannig upp. Mér sýnist það hreinlega. Það er mjög áhugavert. Og Þórður ætti nú þá að geta svona dregið hann aðeins frá körfunni og gefið þá skagamönnum betri möguleika á frákostum. Marko, Lucien ræðist inn að körfunni, stekkur frá körfunni, skotið, Ísak með frákastið. 6 stiga munur. Clement aftur á Ísak. Robinson, alltaf tvöfald á hann, boltinn yfir á Styrmi. Nær ekki skotinu, Davíð og snöggur að loka á hann hérna. Robinson, 5 sekundur á klukkunni og fín vörn hérna, boltinn út á Styrmi sem fer í neyðarskot hérna, hittir ekki. Lucien slær boltan út, það er Ísak sem að hirðir hann þar og keyrir síðan inn að körfunni. Á Arnald, Arnaldur fellur við og missir boltan. Lucien finnur Marko. Lucien er laus, nei, Clement er að stoppa þetta. Marko 5 úti núna hjá skagamönnum. Marko vill bara fá pláss. Lucien í langan þrist á ofstuttur og góð barndæg á Davíð þarna og Þórður Freyr brýtur á Ísaki. Hjalti Ásberg að gera sér kláran að koma inn á. Ísar og Birkir Hrafn koma inn á fyrir Selfoss. Það er Davíð Alexander sem að sest niður hjá skagamönnum. Hjörtur Hrafnsson, eini leikmaður skagamann sem ekki fengið mínútur ennþá. Ísak á Ísar. Aftur á Ísak á Ísar og hann kemst inn að körfunni. Robinson með enn eitt frákastið. Væntanlega villa á Hjalta, já. Ráða illa við Gerald Robinson hérna í frákastunum. Daði Már kemur inn á fyrir Þórð. Birkir á Robinson sem fer í þristinn, beint onni. Hafði ekki mikið pláss þarna, 9 stiga munur. Selfyssingar halda áfram að svona sigla
hægt og sígandi fram úr. Lucien á Daða sem að missi boltan og leikhlé hjá Skagamönnum. Nebojsa alls ekki hrifinn. Óheppinn Daði þarna. Það var kannski að renna yfir stöðun í öðrum leikjum. Þór Akureyri 48, Skallegrið með 56, Hrunamenn 47, Fjölnir 51, Sindri 66, Hamar 68. Sindramenn búin að vinna sig inn í leikinn þar eftir að Hamarsmenn voru með ágætis forystu í hálfleik. 55-47 var staðan í hálfleik þar. En þetta ekki byrjunin á þriðja leikluta sem að ég held að Nebojsa hefði verið að vonast eftir. Marko Robinson jafnir núna í stigaskori með 19. Lucien með 13. Gabriel Attistegg með 8. Þetta eru stigaðastu Skagamennirnir hjá Selfyssingum eru á eftir Robinson, Kennedy, Clement og Ísar Freyr. Kennedy með 12 og Ísar með 8. Og svo sem í undanfarnar vikur hefur fjórði leikluti verið eitthvað svona undraverður hjá Skagamönnum, en við kannski að frátöldum leiknum í Hveragerði þar sem að þeir höfðu bara mjög góð tök á leiknum þangað til að Jalen Dupree var vikið út úr húsi og þá við það náðu Hamarsmenn svona yfir á og unnu leikinn að lokum. Sá leikur endaði 108-84 fyrir Hamar. En síðasti leikur Selfyssinga var sigur gegn Hrunamönnum 102-107. Gabriel með frákast. Hjalti á Lucien. Gabriel inn að körfunni og Robinson brýtur á honum. Svona áhugaverð sóknaruppstilling undanförnum sóknum hjá IA þar sem að allir leikmenn liðsins eru taka bara að stilla sér upp hringinn kringum þryggjastæðalínuna. Er ekki með menn inn í tegnum. Gabriel stuttur í vítinu. Hefur ekki átt sinn besta dag hingað til. Síðan vítið geigar einnig Robinson á Clement. Ná Ísar. Ísar keyrir inn að körfunni og fær auðvelt sniðskot að launum. Lucien pín í boltanum, Gabriel hirðir hann upp. Gabriel inn að körfunni, mjög erfitt. Hjalti með frákastið, Daði í þristinn. Aðeins skakkur, Hjalti aftur í frákastið og skilar innur. Hjalti er duglegur að safna frákastum þegar hann fær mínútur hér. Og 9 stiga munur hann í. Robinson í langan þrist, beint onni. Þetta eru kjaftsögg, svona körfur. Lítið við þess að gera, vörnin er hann alveg með honum. En þegar menn geta tekið skotið af svona löngu færi, þá er nánast sama hvað vörnin gerir. Hjalti fer í árásina, hættir við, finnur Gabriel. Hann er með Clement í bakinu. Gabriel reynir að komast að körfunni, gengur ekki, finnur Daða. 3 á klukkunni og skref dæmt á Marko. Og Knesevits þjálfari Skagamanna ekki sáttur. Man sér þetta ekki alltaf dæmt.
En 12 stiga munur, Selfyssingar í alveg nokkuð þægilegri stöðu. Ísar. Út á Birki, hann á Robinson. Robinson, tvöfald á hann, sendingin yfir á Ísak sem var með galopinn þrist og það er ekkert að spurja að þessu. Þetta mikil áhætta, þeir voru nú koninu gott ef þeir voru ekki orðnir 3 á Robinson þarna, það nú kannski óþarfi. Var í rauninni ekkert að fara eitt eða neitt. Þórður á Marko, Þórður fær hann aftur, Robinson enn á honum. Þórður þarf bara að láta hann hlaupa aðeins. Marko með frábæran snúning, hittir ekki. Hjalti enn einu sinni í baráttunni frákastinn, Robinson enda þó með hann. Þórður til varnar og frábær vörn hjá Marko. Og Hjalti hver annar kemur og hirðir þennan lausa bolta. Þórður Freyr inn á Gabriel og Hjalti gerir þetta frábærlega. Hjalti að koma með orku inn í liðið og eflaust eftir að nýtast Skagamönnum í þeirri baráttu sem að framundan og skipting Lucien að koma inn á fyrir Marko og einnig Arnaldur að koma inn á fyrir Robinson. Og Júlíus Dóra kemur inn á einnig fyrir Gabriel Adisteg. Gabriel fær að hvíla sig þegar að Robinson fer út af. En 15 stiga munur, 13 stiga munur segi ég. Ísak út í hornið, þetta vel lesið að Þórður. Sendingin inn á Júlíus, hann var aðeins svo mikið til ferð þarna, komið nú framalega, þá langur bolti fram og Arnald og Lucien Kristófis lemur það í burtu. Ég var að segja við félaga mína hérna í hálfleika, það svo magnað. Öllum leikjum, öllum útsendingum fáum við alltaf einhver geggjutilþrif. Gæðin á þessum körfubolta hérna núna þennan veturinn bara allt önnur heldur en við voru hér til dæmis á síðasta tímabili. Birkir Hrafn kemst alla leið og skilar þessu niður. Munurinn 15 stig. Selfyssingar að vinna þriðja leiklutan líka hérna mjög þægilega. Slagt skotaval hérna hjá Lucien fannst mér. Ísar sendingin undir en of há fyrir Birki. Þá kemur Gabriel aftur inn á í fyrsta sinn í dag. Tristan Máni Mortens hjá Selfyssingum. Lucien. Ísar til varna, Lucien gerir þetta vel, skilar þessu niður. Og 9 sekúndur á klukkunni. Og Ísar fer í árásina út í hornið á Tristan. Ísar síðan í þristinn, hittir ekki. Og þriðja leikluta lýkur og staðan 63-50 Selfyssingum í vil. Og það eru sem fyrr Gerald Robinson sem að stigahæstur kominu með 22 stig og 14 fráköst. Nú Kennedy Clement næst stigahæstur Selfyssinga með 12. Já, Skagamönnum það Marko með 19, Lucien með 13 og Gabriel með 10. Aðri minna að vantar framlag frá fleirum. Þórður Freyr einungis með 3 stig sem hann setti strax í fyrsta leikluta. Vantar fleiri skorara
Vantar framlag frá fleirum. Það bara alveg klárt. Sjáum þetta aftur hérna. Ótrúlega vel gert hjá Lucien. Og síðan það fína svipmyndir hérna úr þessum leikluta. Það alls konar hlutir að gerast í öðrum leikjum. Þór Akureyri 56, Skallagrímur 75. Skallagrímsmenn að svona sigla, hafa átt góðan kafla núna. Fjölnismenn ennþá 5 stigum yfir gegn Hrunamönnum 61-56. Sindramenn komnir yfir á ný gegn Hamri á heimavelli 79-78. Hellingur á stigum þar. Svona eins og við að búast. Það virðist vera gott að skora körfur í íþróttahúsinu á Höfn. En þriðji leiklutin fór 21-13 fyrir Selfyssinga. En munurinn bara 13 stig. Skagamenn, ef þeir ná eldi, ef þeir kviknar í þeim, þá geta þeir skorað mörg stig í einu fjórðungi. En hingað til hefur svo sem ekkert almennilega bent til þess að sé á leiðinni. Selfyssingar hafa náð að svara öllu en kæruleysislegt hérna. Samskiptaleysi kannski, misskilningur milli Clement og Ísars. Og Skagamenn geta þá skorað fyrstu körfu fjórða leikluta. Markó kominn aftur inn á. Lucien yfir á Markó. Og Markó finnur Gabriel. Ísar til varnar og Gabriel fær villuna á hann. Vilja væntanlega leita eftir þessum stöðum ef þeir að skipta mikið á skrínum. Robinson ennþá utanvallar hjá Selfossi. Lucien fær hann úr innkastinu. Út á Gabriel sem að fer í árásina og skilar þessu niður. Kemst fram hjá Clement og minnka munin í 11 stig. Mikilvægt að fá þessa fyrstu körfu í þessum fjórðungi hérna. Nú vantar bara að fá stoppin líka. Clement á Ísar. Nei, Birkir heitir hann vist. Ísar þarna hins vegar. Sendingin út í hornið. Styrmir og brotið á honum og karfa góð. Frábærlega gert hjá Styrmi. Þarna kemur villan. Ég ekki sammálaði að þessi karfa góð því að hann skothreyfingin byrjuð. Ég ekki alveg en svona að því þetta hann að þá kannski fyrirgefið þetta. En hann misnóta vítið og Þórður kemur upp með boltan. Aftur 13 stiga munur. Þórður inn á Markó. Markó fer inn að körfunni, lokaður tvöfald á hann, sendir hann út á Lucien. Vörnin næra að dekka þetta. Lucien í erfitt skot, of langur. Ísar með frákastið. Clement inn að körfunni og skilar þessu auðvitað niður í spjaldið honi. Og munurinn aftur honum 15. Lucien. En þeir ekki mikið að keyra á það að fara inn í teginn. Þrátt fyrir að Skaginn ætti nú að hafa einhver kíló á og hana Markó í 3 stiga skot. Davíð tekur frákastið. Boltinn yfir á Þórð. Þórður fer á stað. Sendingin út aðeins ónákvæm. Gabriel nær að halda þessu lifandi en nær ekki að skila þessu niður. Vinnur síðan frákastið sjálfur. Og Markó hikar hérna. Og já, hérna fóru of margar sekúndur á klukkuna. Skotklukkuna þarf að segja. Það eru 9 sekúndur eftir á klukkunni. Lucien fær hindurinn að henni frá Gabriel. Þórður í langan þrist. Við erum búin að bíða svolítið eftir þessum, Doddi minn. Minnka munin í 12. Ísar á Clement. Hann hikar, róar aðeins niður. Þórður stelur sendingunni.
Þórður langar aftur, fer í þristinn, en er ekki að setja mikil baráttum frákastið, endar hjá Marko. Marko snýr inn að körfunni, klárar með vinstri, hittir ekki, aftur Skaginn með sóknar frákast, Davíð. Inn á Gabriel og boltinn út af, en það er Skaginn sem á þetta innkast. Og tvöföld skipting hjá Selfossi, Ísak og Robinson koma aftur inn á. Aftur 9 á klukkuna, eða 10 sagði hann. Davíð tekur innkastið út í hornið á Þórð. Þórður fer í þristinn, aðeins og langur. Gabriel í baráttunni en Clement tekur frákastið. Arnaldur skref á hann væntanlega eða hvað? Nei. Dæmd villa á Þórð Frey þarna undir körfunni. Ekki sá ég hvað gerðist þar. Clement fær hann og inn að körfunni, sendir hann út á Robinson sem að döðlangaði í skotið þarna. Lætur hann fá Clement aftur fá, hann hittir ekki. Marko með frákast. Marko. Gabriel inn að körfunni, út í hornið á Þórð. Þórður bakkar, sendir hann yfir á Gabriel. Gabriel fer sinni árásina og brotið á honum. Styrmir gerir það. Væntanlega nýja skotklukku, já. Davíð fær hann undir körfunni, Davíð upp og skilar þessu niður. Skemmtilega gert hjá Davíð Alexander og minnka munn í 10 stig. Fjórði leiklutina byrja þokkalega hjá Skagamunum, það þarf að halda áfram. Tvöfalda hérna, Arnaldur fer í langan frist. Beint honni, ekkert nema net. Lucien undir á Marko. Marko stígur á línuna. Þetta var rétt. Þetta var hárrétt. Hörkulið hérna, Selfyssingar. Davíð nær að stela þessum. Fær síðan högg á andlitið sýnist mér. Lucien inn á Marko og skilar þessu niður. Davíð sannarlega betur en enginn hérna í pressuvörðinni. Arnaldur fer í árásina og missir boltan út úr höndunum. Engin villa. Davíð á Marko. Það er ákafi núna hjá Skagamönnum. Þórður í þristinn. Hittir ekki. Þessi mátti fara niður. Og villa dæmd á Gabriel Atesteg. Ódýr villa. Þá kemur Ísar aftur inn á fyrir Styrmi. Og Hjalti kemur inn á fyrir Gabriel. Þá fjórða villan á Gabriel Atesteg. Og villa dæmd á Davíð Alexander. Það er svona nokkuð standard ef mann tegja sig svona aftur fyrir menn. Ánægð með ákefðina í Skagaliðinu núna í upphafi fjórða leikluta. Það er ætla að selja sér dýrt hérna. En munurinn ennþá 11 stig. Boltinn inn á Robinson. Tvöfaldaðir á hann einu ferðin enn. Sendingin í gegn, endar síðan hjá Arnaldi sem fer í þristinn, hittir ekki. Lucien tekur frákast yfir Ía. Þá koma Skagamenn á ferðinni. Þórður, Robinson á sér enn. Og Marko fer í árásina, gerir þetta vel, nær eigin frákasti og skilar þessu niður. Minnka munin í 9 stig. Góð pressa hjá Skagamönnum. Tvöfalda síðan og Lucien brýtur á sér. Þetta var aðeins svo mikill ákafi þarna. Styttist nú í skotrétt. Þetta er orðin þriðja villan á Lucien Thomas. Já, Skagamenn mega nú illa við því að missa Gabriel Atesteg í villuvandræði. Svona eini stóri maðurinn í leiknum. Þannig séð frábær vörn. En það er innkast sem að Selfyssingar eiga.
Robinson hélt að hann væri að fá villu þarna. Hjalti aðeins að komast undir skinnið á honum. Og Davíð kemur í hjálpina og brýtur. Og þá komið skotréttur. Og Robinson fer á vítalínuna. Og þetta var 5. villan á Davíð Alexander. Þannig að hann hefur lokið leik hér í kvöld. Davíð kemur af velli og hver kemur í hans stað? Það Gabriel. Það væri gaman að fá þetta fáið á smá spennu hérna í lokin, en síðasti leiklutin rétt rúmlega hálfnaður. Munurinn ennþá 10 stig eftir að Robinson setti niður þetta víti. Og Robinson gríðarlega öruggur. Lucien í árásina og sóknarbrot. Ísak gerir þetta vel, beið bara eftir honum, vel staðsettur þarna, ekkert við þess að segja. Og Selfyssingar geta aukið muninn. Skallagrímsmenn búnir nánast að tryggja sér sigur fyrir norðan. Það staðan 65-92 gegn Þór Akureyri. Það þýðir að Skallagrímsmenn að fara í 12 stigin upp fyrir Ía og Ármann. Upp að hlið Hrunamanna. Og Robinson misnotar skotið og Skaginn á þetta innkast. Hrunamenn að tapa fyrir Fjölni sem að ná sér þá væntanlega upp í 10 stigin ef að þetta fer svona. Það 17 stiga munur þegar fjórði leiklutin í hálfnaður. Nei, ný hafinn segi ég. Og Hamar 90-81 yfir gegn Sindra. Hjalti fyrir þristinn. Aðeins og langur. Marko tekur frákastið. Arnaldur ræður ekkert við hann. Marko í erfitt skot, skilar í niður. Hann sannlega búinn að skila sínu í kvöld. Marko Jurasic. Og villa dæmd á Marko. Og það bara skotréttur. Fyrsta villan á Marko. Og Ísak fer á línuna. Ísak ágætis vítaskipta 71%. Nilsson notar fyrra vítið. Þannig að villan var góð. Og síðan að vítið leggur niður og munurinn aftur 10 stig. Þórður. Þórður fer í árás, skilar þessu niður, frábærlega gert hjá Þórði Frey Jónssoni. Minnka munn í 8. Ísak út í hornið á Arnald sem fer í þristinn, aðeins og langur og Robinson slæðir hann síðan út af. Já, það von, 3:24 eftir 8 stig, skori Skagamenn í næstu sókn, þá þetta galopið. Ætla ég að leyfa mér að segja. Þá lifnar aðeins í stúkunni, vel mætt að vanda Lucien. Það að losa sig, Marko fyrir þristinn, skilar í niður! Og minnka munin hér í 5 stig þegar 3 mínútur og 2 sekúndur eftir og Kerr tekur leiklið hið snarasta. Marko
búin að vera gjörsamlega frábær hér í kvöld. Þurfum að tala 28 stig, 8 fráköst, 3 stóðsendingar og 28 í framlag. Það einungis Gerald Robinson sem með meira í framlag í þessum leik með 31, 24 stig, 14 fráköst fyrir Selfoss. En það Skagamönnum að takast að búa til leik hérna úr þessu. Leit ekkit allt of vel út hérna fyrir ekki svo löngu síðan. Virtist einhvern veginn ekkert verið í spilunum. Að Skagamenn myndu hleypa þess eitthvað upp, en það kannski aldrei að vita. Ef það lifnar aðeins stemming í stúkunni. Þannig menn bara spila óhrættir og láta bara vaða. 3 mínútur gríðarlega langur tími í körfubolta. En skrítið og þannig hljómar. Ekki það, gleymið því ekki að Gabriel Hatestek á 4 villum. Nei, hann á 3 fyrir ekki. Lucian Thomas hins vegar á 4 villum. Og farið þessi leikur í framlengingu, gæti það orðið vandamálu þetta. Gabriel stelur boltanum, boltin laus, Lucian hendir sér á hann, en Selfyssingar enda með hann. Robinson undir og skilar þessu niður. Þarna vantaði rosalega lítið upp á að Skagamenn næðu boltanum á sóknarhelmingi. Þórður yfir á Marko, Marko beint upp í þristinn, hittir ekki og Arnaldur með frákastið. Nebojša ósáttur við dómarana, ég veit ekki alveg af hverju. Ísak gerir þetta vel út á Arnald sem fer í þristinn, hittir ekki. Robinson með frákastið og skilar í niður. Hefði nú átt að fá villu líka og þá tekur Nebojša leikhlé. Munurinn orðinn 9 stig. Nebojša Knežević lætur heyra í sér þarna. Hann stóð að fara yfir strikið. 4 stiga sveifla hérna á 45 sekúndum eitthvað svoleiðis. Yfir hverju hann að kvarta veit ég ekki. Þetta byrjaði þarna þegar að boltinn var laus og Skagamenn voru við það stelunum. Held að við séum ekkert með það neitt. En fyrir þá sem að horfa á þetta á YouTube þá getið náttúrulega að spóla tilbaka meðan að leikhlé í gangi og sé það sjálf. Eins minni á það að upptökuna af þessum leik líkt og öllum öðrum okkar útsendingum að finna á heimasíðun okkar iatv.is. Þar við að tala bara allt sem við höfum sendt út bara frá upphafi. Og það orðnar einar 340 útsendingar. Þannig að það að nóg að taka þar. En að sjálfsögðu getið líka nálgast það inn á YouTube-brásinu okkar sem þið leitið í IATV sem þeir náttúrulega að horfa á núna, þannig að þið þurfum kannski ekki að leita. En endilega, kíkja á það. Bæði karlafótbolti, kvennafótbolti, körfubolti, golf, bara hvað sem Þórður inn á Gabriel, boltinn laus, Marko vinnur boltan, Clement liggur eftir, staðinn á fætur þó, virtist lenda illa þarna. Robinson, Marko kemur og tekur á honum boltan og mjög ósáttur. Þetta skulum við nú sjá aftur. Virtist nú bara vera virkilega vel gert. Mjög ódýr villa og Robinson fær víti.
Ég ætlaði að fara að rósa honum fyrir þessa vörn. Og Robinson getur nú farið langt með að bara klára hennar leik hérna af vítalínunni. Munurinn aftur 10 stig, 1:49 eftir. Og 11 stiga munur. Nú þurfa Skagamenn að flýta sér, taka bara skotin sem bjóðast. Gabriel gerir vel, hittir ekki. Marko í frákastið og fær villuna síðan á Clement. Það verður Marko Jurosic verður ekki sakaður að leggja sig ekki fram við að vinna þetta. Aldeilis skila sínu og fer á vítalínuna, fær 2 víti hér. Önnu villan á Clement. Marko skilar þessu niður og minkar þetta í 10 stig. Getur náðu þessu niður í 3 sókna mun hérna. Gerir það. Nú þurfum við bara að fá stolna bolta hérna í lange baner. Ísak reynir að koma boltanum upp fyrir Selfyssinga. Gerir það, leysir þetta vel. Clement. Skagamenn reyna að stela boltanum, gengur ekki. Arnaldur nú taka sér þann tíma sem þeir þurfa. Skynsamlegt. Ísar fer í árásina út í hornið á Arnald sem fær opinn þrist, hittir ekki. Robinson var nú með þetta frákast. Ég held að það hafi nú verið Hjalti sem sló þessum út af, en Skagamenn í engastið. 1:16. Það þarf 3 stiga körfur hér. Gabriel fer í árásina inn að körfunni, brotið á honum. Já, þá stoppa klukkan. Og þá kemur Styrmir Jónasson inn á fyrir Arnald. Það Gabriel Atistek á línunni. Skilar í niður. Það má heyra Saumnál detta hérna með hennar Skagamenn taka vítinn. Síðara vítið 8 stiga munur. Skagamenn að vinna hérna 4. leiklutan eins og staðan er núna. 21-16, 22-16. Þau pressa allan völlinn sem fyrr. Hjalti fær þessa sendingu bara beint til sín, fer í árásina inn á Gabriel sem skilar þessu niður. Og þá er aftur leikli hjá Kern, munurinn aftur honum 5 stig. Gríðarlega kæruleysislegt þarna hjá Selfyssingum. Sjáum þetta, sendingin bara beint á Hjalta. Ekki tekið á honum, hann staðsetti sig vel. En hörku spenna hérna. Skagamenn neita að leggjast niður og gefast upp. Og en síðast þegar staðan var svona, þegar að munaði 5 stigum, þá tók einmitt Kern leikli og Selfyssingar voru snöggir að ná mununum aftur upp fyrir 10 stigin. En pressana virka vel heilt yfir hjá Skagamönnum. Sjáum hérna sennilega efnilegasta riddaraborð á Íslandi í dag. Mér voru orðið tíðrætt þetta. Þetta er ungliðarhreyfingin og unglingastarfið hjá Körfuknattleiksfélaginu einnig. Það er ekki bara inn á vellinum, það er líka verið að búa til og ala upp menn sem að geta sinnt þessum mikilvæga störfum. Þeir eru ekki að spila sjálfur. 79-74. Staðan fyrir norðan. Hrunamenn fyrir norðan, já, þeim leik er lokið. Þóra Akureyri 74, Skallagrímsmenn með 108. Þannig að Skallagrímsmenn eru komnir með 12 stig. Hrunamenn 71, Fjölnir 91, Sindri 94, Hamar 99. Það er rúm mínúta eftir, það er 5 stiga munur, svipuð stemming þar og hér. Heimaliðin undir með 5 stigum, Styrmir aftur á Clement. Þeir ná að brjóta pressuna núna og fara í árásina. Ísak á Ísar. Ísar yfir á Clement. Á Ísak Villa, Þórður Freyr.
sendir hann á vítalínuna. Hörku vítaskipta 84,4%. Misnotar fyrra vítið, sannfærandi. Síðara vítið. Það fyrir honi. 6 stiga munur, þetta eru 2 sóknir. Nógu tími fyrir það. Lucien. Marko. Fær ekkert pláss, finnur hann inn á Gabriel, frábærlega spilað! Og góð pressa, Marko við það stela bolta, hann gerir það, Finnur Þór! Hjalti reynir að finna Marko, gengur ekki og villa síðan. Hjalti tók sénsinn hérna og reyna að læða boltanum inn á Marko viðstöðulaust. Veit ég hvort við náum að sjá þetta. Allavega þessa síðustu sókn. Frábær karfa hjá Gabriel Ladisteg. Komum með 18 stig. Hefur sótt í sig veðrið hérna, var seinni í gang. Þá var það Ísak Július Perdue. Gríðarlega öruggur á vítalínunni. Ekkur munin í 5 stig. Þetta er sennilega of mikið. Of lítið og seint hjá skagamönnum. Frá kast hjá Gabriel. Finnur Hjalti ráðst á körfuna. Mjög erfitt skot. Skilar ég ekki niður. Ætla skagamenn ekki að brjóta. Þeir gera það jú Robinson. Og er það Lucien. Nei, það er Þórður Freyr sem hann fær í villuna. Þarna bar kappið Hjalta ofurliði, fór í allt og erfitt skot. Lá sennilega ekki svona mikið á Þórður Freyr með 50 villuna sína. Og þá kemur Hjörtur Hrafnsson inn á. Erfitt að koma skítkaldur inn á bekknum. Robinson klikkar á fyrra vítinu. Þetta er ekki búið. Robinson með síðara vítið. Það skilar sér niður og það er leikhlé sem að Nebojsa Knesevits tekur. 6 stiga munur, 26,1 sekúnda eftir. Lokatölur á Höfn, Sindri 96, Hamar 101. Það þýðir bara 2 tapleikir í röð hjá Sindramönnum. Og Hamarsmenn bara að gera ansi góða ferð austur. Þetta eru liðin í öðru og þriðja sæti sem að voru að eigast við þarna. Þannig að Hamarsmenn eru væntanlega einir í öðru sæti núna. Skagamenn enn að fjarlægjast 5. sætið í rauninni. Skallagrímsmenn konur upp fyrir þá, þannig að Ía situr væntanlega eftir ef að þetta fer eins og þetta fer er að fara. Þá sitja þeir mögulega í 9. sætinu. Það er að segja vinni Fjölnir Hrunamenn sem er nánast frágengið. Þannig að Fjölnismenn fara upp fyrir Skagan einnig á stigatölunni. Þannig að það er rosalega stutt á milli í þessu. Þannig að það er hellingur undir ennþá hérna. Sama lið áfram hjá Ía. Skagamenn áfram í. Það er Skagamenn sem er innkasti hér á sóknarhelmingi. Hjalti.
Tekur það, Lucien kemur út, fær hann, sendingin erfið, Hjörtur í horninu, Hjörtur fer í þristin, hittir ekki. Góð barátta hjá Hjalta en hann slær hann út af. Og þá þetta nú sennilega búið. Gaman að sjá að yngsti maðurinn á vellinum tók þetta mikilvæga skot. Brýtur síðan á Ísaki hérna. Já, Ísak hann bara snertir ekki hringinn og tryggir hérna endanlega sigur Selfyssinga held ég 7 stiga munur. Þetta bara of mikið, 8 stiga munur, 20 sekundur eftir og Skagamenn með boltan, Marko fyrir þristinn, setur það niður. Já. Menn neita bara að gefa þetta, stigaskori getur líka skipt máli þannig að hvert stig getur bara verið gríðarlega mikilvægt. Aftur brýtur Hjörtur, 5 stiga munur, Ísak fyrir enn á línuna. Þetta kannski ekki alveg maðurinn sem að menn vilja fá á línuna með hvernig hann að skjóta í kvöld. Gríðarlega öruggur. Þetta reyndar ekki eðlilegt. Munurinn á fjölda víta sem að liðin að fá hérna gegn IA versus hvað IA að fá að vítum í þessum leik. Selfyssingar með 30 víti á móti 10 hjá IA. Hver ástæðan það rannsóknarefni. Skagamenn einnig að fá mun fleiri villur, 27 á móti 14. En grunnurinn að þessu Selfyssingar fráköstuðu 53 fráköst á móti 41 hjá Skagamönnum. Síðan alltaf eins og ég segi, skoraðir 16 stigum meira úr vítum heldur en Skagamenn. En lokatölur í leiknum 86-79 fyrirgefiði. Og hérna rétt áður en að við ljúkum þessu að þá kannski rennum við yfir stiga skorið. Hjá Skagamönnum var Marko Jurasic með stórleik, 33 stig, 9 fráköst. Gabriel Adistek með 18, Lucien Thomas með 15 og 8 stóðsendingar að auki. Þórður Freyr 8 stig, síðan Davíð Alexander og Hjalti Ásberg með sikkvort 2 og Felix Heiðar með 1. Þarna kannski það fyrst og fremst vantar stig úr fleiri áttum og ekki nokkuð spurning að Skagamenn söknuðu Jalen Dupree í þessum leik. Hjá Selfyssingum var Gerald Robinson með stigastur með 31 stig, Kennedy Clement var með 15, Ísak Julius Perdue með 14, Ísar Freyr með 10, Styrmir Jónasson átti fína leik, 8 stig. Birgir Rapp með 5 og Arnaldur með 3 stig. Gerald Robinson tók að auki 18 fráköst og ég ætla að leyfa mér að segja það líka eins og ég sagði áðan að hann hefði örugglega ekki tekið þetta mörg fráköst ef hann þurfti að eiga við Jalen Dupree líka. En við sjáum hérna svipmyndir úr 4. leiklutanum þar sem að Marko Jurasic meðal annars fór á kostum. En á meðan við leyfum þessum myndum að lifa þá ætla ég að minna á það. Ég heiti Örn Arnórsson og þakka kærlega fyrir samfylgdina. Einnig ætla ég að þakka þeim Snorra Kristlefssyni sem stjórnaði þessar útsendingu og Guðmundi Kort Einarsyni fyrir myndatökuna. Og við kannski leyfum þessum svipmyndum að lifa en þetta síðasta beina útsendingin okkar á þessu ári. Hreinlega, þetta var 40. útsendingin
á árinu og svo síðasta og við væntanlega verðum næst í loftinu þegar að íþróttamaður Akranes verður valinn þann 7. janúar og svo er bara framöndan vonandi einhver fótbolti og körfubolti á nýju ári en gangi hægt gleðinni dyr, hafið það gott helgina, takk kærlega.